Formaður íbúasamtaka Vesturbæjar segir borgaryfirvöld hafa beitt blekkingum við kynningu og deiliskipulagi við Vesturbugt. Íbúasamtök Vesturbæjar hafa komið á undirskriftalista vegna deiliskipulags við Vesturbugt, nýs hverfis sem á að reisa á gamla hafnarsvæðinu milli Sjómannasafnsins og Slippsins. Formaður samtakana segir borgaryfirvöld hafa beitt blekkingum við kynningu svæðisins. Marja Lilja Þrastadóttir segir frá. Í nýja deiliskipulaginu gert ráð fyrir að fyrirhuguð uppbygging verði áfangabundin. Þá reiknað með að vestasta svæðið milli Slips og Sjóminjasafns, Vesturbugt, byggist fyrst upp. Á því svæði gert ráð fyrir alltaf 250 íbúðum. Byrjað verður á vestari hluta Vesturbugtar og byggt að Slipnum. Íbúar í nágrenninu eru ekki á eitt sáttir við framkvæmdirnar. Birgir Þröstur Jóhannsson, arkitekt og formaður íbúasamtaka Vesturbæjar, segir íbúa miklu frekar kjósa byggð sem einkennist af fjölbreytni og tekur mið af sögulegum verðmætum svæðisins sem elsta höfn Reykvíkinga heldur en þá sem stefnt að. Við erum aðalega ósátt við mikið byggingamagn og hæð húsa og það að það sé lítið tekið tillit til byggðar í kring og þannig eldri byggðin alveg aðskilin frá höfninni. Fyrir utan það síðan þessar myndir sem þeir hafa verið að sýna af reynast þess að selja verkið, þá sýna þeir húsin í sól og sýna þeir lærri heldur þeir eru. Þú er búin að teygja svona út myndirnar, þannig að hafnarbakkin virkar miklu breiðari með hæðan á húsunum heldur en það er í raun og veru. Myndirnar sem Birgir segir að gefi falskar upplýsingar má sjá hér. Þá hefur Birgir sjálfur gert leiðréttingar á þeim og birt á Facebook síðu íbúasamtakana. Hjálmar Sveinsson varaformaður umhverfis- og skipulagsráðs hafnar því í samtali við Fréttastofu að borgin beiti slíkum blekkingum og segir ásakanirnar alvarlegar. Hæpið sé að styðjast við eina mynd sem sönnunargagn blekkingarleik borgaryfirvalda af þeim aragrúa mynda sem fylgja skipulaginu. Aldrei hafi verið launungumál að húsin yrðu frá 2 til 5 hæða. Er þetta ekki bara spurningum smekk manna? Því miður það ekki. Þetta svolítið sumt sem hæfir og betur á sumum stöðum heldur en annars staðar.